Ég heiti Guðrún Karlsdóttir og er prestur í Grafarvogssöfnuði. Ég ákvað að fara í guðfræði fyrst og fremst af því að ég hafði mikinn áhuga á heimspeki. Ég fannst gaman að læra heimspeki og ég hafði áhuga á voða mörgu, sálfræði og félagsfræði og hinn og þessu og sá að þetta var allt inni í guðfræðinni. Og það var eiginlega ekki fyrir en svona þegar ég var að vera búin með fyrsta árið að ég fór að átta mig á því að það væri örugglega alveg svakalega gaman að vera prestur. Og ég fór að fara með í kirkju, var ekki búin að fara mikið í kirkju í langan tíma, eiginlega ekki síðan ég fæddist. Og já, þannig það var eiginlega svona smám saman þá kom það að ég ákvað að eða mér fór að langa að verða prestur og svo fannst mér heldur ekkert sjálfsagt að verða prestur. Mér fannst ég ekki passa inn í einhverja ímynd sem ég hafði af prestum sem voru yfirleitt svona karlmenn kannski svona 60, aðeins farnir að missa hárið og bæta á sig ístru. Ég passaði ekki vel inn í það, einhver ung tvítug stelpa. En það kom allt saman og ég áttaði mig, og tók mér reynda langan tíma, en ég áttaði mig á því að það var ekkert mitt að fara inn í einhverja ímynd, heldur að aðlaga myndina að mér. Ég telst nú frekar frjálslyndur prestur. Ég svona, og sjálfsagt nútímaleg í samhengi þjóðkirkjunnar allavega, þó ég sé ekki tvítug lengur. Frekar svona, myndi ég segja kannski opin fyrir mörgu. Guð á náttúrulega heima allstaðar. Það er mín upplifun í það minnsta og trú, þó að auðvitað séu þau sem ekki trúa á Guð sammála mér. Það átta ég mig á. Það sem að öll þessi tækni hefur gefið okkur og kannski sérstaklega öll þessi netvæðing það bæði jákvætt og neikvætt, en það ofsalega jákvætt fyrir til dæmis eins og kirkjuna eða trúfélög, því þetta frábær leið til að koma út boðskapi og ná til fólks, það að nýta sér tæknina. Og það held ég vitlausasta sem að kirkjur gera núna að nýta sér þetta ekki. Að til dæmis þá er fullkomlega sjálfsagt að allir söfnuðir séu á Facebook og það var eiginlega bara hálf skrítið að vera prestur í dag og ætla sér að ná til fólks og vera ekki þar, því þar fólkið, þar eru bara flest allir Íslendingar. Og náttúrulega hefur tæknin öll líka kannski orðið til þess að við erum svolítið, athyglin okkar svolítið einhvern veginn út allt. Lestur minnkar, við eigum miklu auðveldara með að nálgast allar upplýsingar og allt saman heldur en bara fyrir 10 árum, jafnvel bara fyrir 5 árum. Og við förum bara á Google ef við þurfum að vita eitthvað. Og þetta einmitt bæði jákvætt og neikvætt fyrir náttúrulega kirkjuna og trúfélög og svoleiðis að ef við nýtum okkur þetta ekki, þá erum við bara svolítið átt, sko. En við getum líka notfært okkur þetta og grætt á þessu. En það sem að sérstaklega þessi samskiptatækni, nú náttúrulega erum við alltaf tengd, við erum alltaf í sambandi. En mikið af þessari tækni og snýst líka bara samskipti. Samskiptin okkar hafa breyst með tilkomu síðna eins og Facebook og það náttúrulega til margar fleiri svona samskiptasíður. Við getum stjórnað ímyndinu okkar, við getum stjórnað því svolítið hvað fólki finnst okkur og hvað fólk fær að vita. Við getum verið gjörsamlega markalaus þarna og sem getur verið mjög slæmt. En svo getur þetta líka verið bara yndisleg leið til að halda sambandi við fólk og góð samskipti. Og hvort að Guð sé þarna, þá Guð náttúrulega þar sem að það mín trú og mín skoðun, að Guð þar sem að fólkið og þar sem að samskiptin eiga sér stað.
Og ef að þau eiga sér stað rafrænt, þá er Guð alveg þar eins og í svona herbyggi þar sem að fólk kemur saman. Ég trúi á Guð sem að er eitthvert afl. Þetta er eitthvert gott afl í tilverunni okkar. Þetta afl hefur ekki kyn eða útlit endilega og þetta afl, það hefur alltaf sama hlutverkið, alveg sama hvernig við erum. Hvort sem við búum í torfkofum og erum öll bændur eða sjómenn eða hvort að við búum í blokk í Grafarvoginum, þá held ég að Guð hafa alltaf sama hlutverkið. Hvort sem við erum rík eða fátæk eða hvar við búum. En það er við sem breytumst, held ég, en ekki Guð. Ég held að Guð er alltaf sami krafturinn og sama aflið. Svo er það við sem erum mismunandi. En svo getur þörf okkar fyrir Guð aftur á móti breyst. Og við kannski gefum Guði þar af leiðandi öðruvísi hlutverk í líf okkar, meira eða minna. Og svo er náttúrulega núna þegar við vitum svo margt. Við þurfum kannski að sumu leyti ekki á Guði að halda í sama, Guð hefur kannski ekki sama hlutverk og Guð hafði áður fyrr þegar við vissum minna og við notuðum Guð til að útskýra alls konar hluti. Í dag er Guð kannski meira, við höfum svo miklu að trúa okkur sjálf, við getum svo margt, við vitum svo margt og þar af leiðandi kannski verður oft minna rými fyrir Guð í okkar lífi og Guð fær annað hlutverk. En ég held að Guð sé þarna ennþá og Guð vilji vera með og ég held að við þurfum sannarlega á Guð að halda og örugglega ekkert minna en áður fyrr. Það er náttúrulega mín skoðun sem að er trúið manneskja og er alveg sannfærð að Guð, þessi góði kraftur, er til. Trú og líka gildismat eða gildismöt móta samfélag og hafa náttúrulega alltaf gert og það hefur breyst í gegnum tíðina og fer eftir að sjálfsögðu trúarbrögðum og hvar í heiminum við erum stödd. Sko trú í það minnsta hún birtist á mjög margan hátt í samfélaginu og trú birtist miklu meira held ég í samfélaginu og í umhverfi okkar en við kannski flest erum svo meðvituð eða áttum okkur svo mikið á. Við sjáum trúartákn út allt. Við sjáum til dæmis ef við skoðum bíómyndir eða sjónvarpsþætti eða bara fréttirnar eða hvað sem það er í sjónvarpinu, að þá til dæmis í okkar kristna samfélagi þá eru trúartáknin út allt. Það er varla sú bíómynd sem er ekki með einhver trúartákn og ef við setjum á okkur þessi gleraugu og ætlum að fara að skoða þessi tákn þá allt í einu tökum við eftir því að þau eru út allt og þetta á ekki bara við okkar kristna samfélag, þetta á við held ég samfélag út allt. Á Íslandi þá er þjóðkirkja, það er stór hluti Íslendinga tilheyrir þjóðkirkjunni eða einhverjum kristnum trúarsamfélagum eða söfnuðum og kristin trú hefur mjög mikil áhrif á Íslandi. Til dæmis hérna á Íslandi þá hefur kristin trú mótað samfélagið mjög mikið og miklu meira held ég en við oft gerum okkur grein fyrir. Við bara hlutir eins og boðorðin 10 tvöfalda kærleiksboðorðið. Þetta er grundvallaratriði held ég í samskiptum okkar flestra. Þetta kemur úr Biblíunni en auðvitað voru til hugmyndir svona hluti annars staðar en bara í Biblíunni og hjá kristnu fólki. En það er samt sem þannig að kristin trú hefur verið ráðandi á Íslandi mjög lengi og það er kannski þessna sem við tengjum þessa hluti mest við hana. En kristin siðfræði, myndi ég segja, er kannski það sem grundvallar okkar samfélag. Og svo hafa náttúrulega mótar trúin samfélag og mismunandi hátt og hér á Íslandi held ég þetta sé til dæmis það sem hefur mótað okkur svolítið við höfum svolítið blandað saman vel hérna á Íslandi
kristnum og heiðnum siðum. Við höfum blandað saman til dæmis Íslendingar eru mikið að spá í spil og Íslendingar eru voða mikið að upplifa eitthvað niður yfirnáttúrulegt og sjá drauga út um allt og þetta finnst okkur ekkert tiltökumálið merkilegt og við blöndum þessu bara við trúna okkar og höfum engar áhyggjur af því. Og meðan í til dæmis löndunum í kringum okkur mörgum þá þætti þetta bara stórfurðulegt og þú væri sko ekki kristin ef þú værir að viðurkenna að það væri að þú sæir eitthvað yfirnáttúrulegt eða drauga. Þannig að við erum kannski svolítið sérstök að því leyti á Íslandi og þetta er ekkert alltaf eitthvað svo klippt og skorið með trúarbrögðin og svo við séum einhverja játningu sem segir að kristin trú sé svona eða hinsegin þá lætur fólk ekkert manipulera sig þannig. Við trúum bara eins og okkur sýnist svolítið sem er líka allt í lagi.